Góðan daginn og velkomin í þátt númer 61 hérna á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu óð. Nú, svo bregðast krost hér tré sem önnur. Ég er mætt hérna aðeins undan áætlun, útskýri það betur rétt bráðum. En ég býð alla nýja og gamla hjartanlega velkomna. Dáist alltaf að ykkur að nenna hlusta á rausið í mér. Einu sinni, 2-3 ári í mánuði. En í dag ætla ég að renna yfir klár, verk vinnslu, hvar á döfinni og hvað þetta pókan og allt þetta. Svo eru örugglega blaður og allt þarna inn á milli. Bara þetta hefðbundna. Nú, ástæðan fyrir því er sú að ég er hérna fyrr á ferðinni en stóð til að ég þarf að fara í smá læknastús á morgun og verð ekki með fulli 5 í svona viku 10 daga og ég myndi ekkert eftir hérna ég gerði síðasta þátt en það er alltaf ég hef alveg nóg að sýna ykkur þannig að og sjálfsagt alveg ágætt að verða alveg 2 vikur í næsta þátt af því að það er ekkert víst að ég geti prjónað neitt mikið næstu daga. Þannig að það er bara alltaf. Og ég þurfti líka að ég þarf að skila af mér 2 verkefnum, ég er búin að skila öðru þannig að ég skeiti inn vídeo eftir það þegar ég er búin að fjalla það eða þegar ég fjalla það og svo er annað klárið þarf líka að fara frá mér í kvöld af því það er sýnsotn fyrir Galleri Snjódru. Nú, ég held að sé það bara ekkert eftir neinu að bíða og ég ætla að byrja reyndar á því að sýna ykkur aftur hérna slömbersjalið. Þegar ég sýndi ykkur að þegar ég var nýbúin með það þá var ég búin að þvoða á allt það en ég strekkti það ekkert almennilega. En af því ég þurfti að setja motturnar upp síðustu helgi og strekkja Vertices Unite eða leggja það til að þá greip ég tækifærið og strekkti þetta og það er náttúrulega bara en þá fallegra en það var. Þannig að ég bara elska það. Þetta er algjörlega náttúrulega mínir litir og svo fljótt gert og jari. Þannig að hérna ég mátt bara til með að sýna ykkur það. Nú þetta ég sé lýsingin er alltaf sama, þú veist, brasið hérna. Maður veit ekkert, maður sér ekkert almennilega hvernig hún er fyrir maður fyrir svo að skoða þetta í hérna tölvun og eftir. Og næsta klár er Vertices Unite. Ég var náttúrulega búin að sýna ykkur það sem verki vinnslu en það er farið frá mér og hérna en nýja garnið frá Stephen og Penelope Westwool er bara ótrúlega geggjað. Þú veist, maður er náttúrulega búin að vera ofboðslega upptekin af spekklugarni og svona núna undanfarið og allt það, en þarna eru bara svona djúpir, hreinir og bjartir litir. Þeir eru alveg þeir eru ekki æpandi en þeir eru rosalega svona hreinir og bjartir og maður bara laðast að hvaða lit sem er þó að sé ekki endilega manns litur. Og það eru víst fleiri litir á leiðinni, þannig að hérna, ég get ekki beðið. Og eins og ég var búin að segja ykkur að prjóna úr því þá var ótrúlega mjúkt, þó það liti út fyrir að vera svona, þú veist, bara eins og hardcore ullarband. Það var mjög mjúkt að prjóna úr því og geðveikt þá búið að þvoða. Þannig að það var hérna, það var algjör nautt að gera þetta verkefni og ég gerði stærra sjali að Vertices Unite og það bara flaug áfram af því það var svo gaman að hérna prjóna úr garninu og náttúrulega svo var búið að ég fekk einhverja á það með lita uppsetninguna þannig að það var svo gaman að fara í gegnum það ferli og sjá þegar maður var að blanda saman 2 litum í sama ferning í sjalinu að sjá hvað þið breyttu hver öðrum eftir hvaða litur var með eða á móti. Og nú ætla ég að stoppa þetta og skella inn hérna
litlu myndbandi af sjálfinu. Og nú þau búin að sjá sjálið og ég ætla að gera Enchanted Mesa á mig eftir því ég ætla að bíða núna eftir nýju litunum og og svona þú veist ég veit að það verður ekkert á næstunni sem ég að fara að prjóna þessa peysu og þannig ég ætla að vera alveg róleg með það en ég ætla að gera Enchanted Mesa úr þess að DK gróleikanum úr Vestfúl. En þar sem að ég á alveg nóg af garni til þess að þreyja þorrann þangað til að ég kemst í það, þá það alltaf leið. Það verður bara gaman að láta sér hlakka til. Ég sé eins og með Marl Mania jakkapeysuna, eða kápuna eiginlega, að vera búin að láta sér hlakka svona til að hella sér í það stóra verkefni, það var bara, þú veist, það virkaði vel á mig. Nú, síðan það sýnishornið sem ég gerði fyrir línu niður í Gallerísnotru. Það úr garninu Sara by Permin, nema ég hélt í tvöföldu, tveimur litum og studdist við Kára uppskriftina en fór ekki alveg nákvæmlega eftir henni. Ég gerði ekki tvöfalt stroff og það svolítið gróft að prjóna úr því en það mýkist mikið í þvotti en ég hugsa svona það svona pínu prikl eða svona pínu sting í þessu þannig ég hugsa að fyrir þann sem svona viðkvæmur fyrir ull hann þyrfti að vera í einhverju undir en ég hugsa að þetta sé alveg geggjað í svona munstur prjóna þetta gat hann það loði svolítið vel saman. Og þetta sem sagt garnið nema náttúrulega ekki litirnir sem ég var að nota. Og ég nefnilega sýningu það í verkum í vinnslu. Ég byrja að gera peysu og mig úr þessum. En garnið, það semst 50 grömm í hespunni, cirka 270 metrar. Og þetta 50% merinóull og 50% shetlandsull. Og þetta gefið upp að prjóna fyrir 3 en ég prjónaði það tvöfalt hvað? Þá ég verið að bylla eitthvað þegar ég hélt í tvöfaldi þá minnir mig að stroffið hafi verið á 4 og bólurinn á 4,5 sjá, þetta ég meira að vera í opið sjálfsögðu ég gera stroffið á 4 og bókin á 4,5 og það bara þú veist þetta ábyggilega alveg svona dúndurgóð leikskólapeysa svona undir regnkápuna eða svoleiðis og já, bara þetta frábært rosalega gott verð, það eitthvað rúmlega 600 kall hespan hann var 1200 kall fyrir 100 grömm af svona garni bara ekki mikið og þetta ótrúlega drjúgt. Ég notaði 70 grömm af hvorum lit og þetta einst í 2 ára stærðin. Þannig ef maður væri með 1 lit þá dygðu 3 hespur í minnstu stærðina af Kára. Mér þess að þá væri örugglega hægt að skella í lengri kraga fyrir þessi 10 grömm já, 150 grömm. Þannig að ég bara mæla eindregið með þessu garni. Ég veit að ein prjóna vinkona mín að nota þetta með í sjal sem hún að gera svona til þess að hafa svona einlitt með afgöngum. Síðan næsta klár pröfuprjón sem ég gerði fyrir Mínu Philip, The Knitting Expert. Pröfuprjóna svolítið fyrir hana og það sjal sem heitir Starry Skies og ég var ekki byrjuð á því í síðasta þætti og ég held ég að 2 daga þessu eitthvað, þetta var bara fjúm. Enda þetta þrefalt fingering haldið saman alveg í gegnum alla uppskriftina
prjónað ég ætla að setja mynd, á 6 mm prjónað, þannig að ég geti rétt ímyndað ykkur að maður sé fljótur með þetta. Og ég, fyrir ykkur sem að fylgjast með mér á Instagram, þá er ég búin að setja mynd af því inn þar og á öftustu myndinni er mynd af sjálfinu áður en ég þvæða og þá er það bara svona eins og hálf dyramotta, það var svo þétt eitthvað. En svo bara strekkti ég það þegar ég var búin að þvo það og nú er þetta bara hlýtt og fallegt, kannski á það að vera með mörg sjöl úr þessum gróleika á sér. Hlýtt og fallegt sjál og ég ímynda mér að þetta muni eiga heima í tjaldvagninum. Það er gott að fleygja þessu yfir sig á ef maður þarf að stökkva út í kuldan og nóttu til eða eitthvað. En þetta er mjög einfalt og það er svona smá uppskrift gefin upp hvernig hún marlar inn litunum og svona áætlunum magn í hvert hluta og svona, þetta er mjög, hún er mjög svona, mjög mikið fyrir útreikninga og svoleiðis, þannig að þetta er yfirleitt alltaf alveg skotelt hjá henni það sem hún áætlar í, en ég notaði þess að rúmlega, ég notaði 350 grömm af garninu, sem sagt 3,5 100 grömm af dokku. Þetta er allt Austmannsstepp. 4 mismunandi litir. 2 voru svolítið líkir, en þú veist það, en henni 2 mjög ólíkir, en þetta kemur ótrúlega skemmtilega út og ég var alveg fyrst þegar ég var að nota þessa liti saman, ég var bara, guð, það er eitthvað hræðilegt, en svo þegar þeir eru búin að fá að blandast saman og maður er búin að þvo og strekkja, þá bara virkar þetta. Þannig að þetta heitir Starry Skies og ég held að hún sé að reyna að gefa þetta út núna bara á, þú veist, í næstu eða þar næstu viku. Það var allavega mjög stuttur tími til þess að gera þetta. En eins og ég segi, þetta var tveggja daga dæmi með litla stubb og öðrum verkefnum. Þannig að það var ekkert. Og þetta er svona frábær, svona, þú veist, stass. Þetta svona étur alveg upp, sko, þetta verkefni náttúrulega, gefur auðvitað 400 grömm hespur, þannig að maður á okkur svona 4 fingering vandræða hespur sem maður veit ekkert hvað maður á að gera við en langar samt að gera eitthvað við, þetta er kjörið. Og líka bara í afganga, við erum alltaf með sama einn litin alveg út í gegnum sjalið og nota svo bara grilljón mismunandi afganga í þetta og hún er mitt. Þegar maður er að skipta lit þá lætur maður bara prjóna með spottan, þannig að það er ótrúlega lítill frágangur þó maður hafa verið að vesens með marga enda, en þá var lítill frágangur í rauninni hvað það var þar. Þannig ég mæli með því og þá eru klárin búin. Tada! Þá er það bara verk í vinnslu og ég er loksins að vera búin með no frills. Ég ákvað viljandi að hafa hana aðeins styttri en gefinur upp í uppskriftinni einfallega því ég veit áttur að togna úr þessu og mér langaði bara að fá einu svona sem að hittir svona á, veit ég bara akkurat á rétt frúan vasan hjá manni og verið einhverjum flottum gallabuxum eða svörtum buxum eða eitthvað. Þannig að ég byrjaði að kláraði búkin í gærmorgun og lenti ekki látum fyrir ég var búin með ermina og ég fór suður í prjónakaffi í dag fyrir ermina og komin af stað með seinni. Þannig að þessi mun klárast á næstu dögum loksins og ég var sjálfsagt löngu búin að klára hana ef það væri ekki þetta alveg bara, nú kláraði þetta, ný uppskrift, nú kláraði þetta, nýtt pröfuprjón. já, say no more, þannig að en nú kláraði ég hana. Næst þegar þið sjáum mig á skjánum þá verði ég búin með hana. Ekkert móður. Síðan var ég náttúrulega, ég tók svona smá, ekki beinleins uppfitunar æði, heldur meira svona að taka til í poka, gera klárt æði og ég byrju á hluta af því. Felix peysan, nei Kára peysan var nú
þannig lagað ein af því, þannig að það er nú strax búið eitt verkefni. Svo er ég byrjuð hérna á Perfect Regia 6 þráða, þannig að þetta er svona grófara en þetta fingering og ég er að prjóna þetta á 2,5 að því ég vil hafa á svolítið svona þétt þetta á að vera í veiði í vöðlunum mínum. Þetta er litur 2766, þetta er til niður í Gallerí Snotru og þeir eru heima hérna í þessum frábæra póka eftir hana Eddu í Garðbúð Eddu í Hafnarfirði. Ég elska þessa fígúru. Ekkert betra en brjálaða prjónari, sko. Þannig að þessir hérna koma með mér suður á morgun. Það verður bara, ég ætla að vera búin með stroffið, svo ég get bara prjóna og meira segja sko þegar ég kem að, ef ég verð ekki í stöðu til þess að hugsa hæl þegar ég kem á honum, þá ætla ég bara að halda fyrir hann prjóna. Þú veist, bara túpur og set svo hælinn í eftir á. Þegar ég verð í stöðu fyrir það, ef að ég kemst svo langt á morgun. Ekkert víst. Svo þegar ég var búið með búkina á hana No Frills, þá fytti ég upp og niður í peysu. Úr hérna Zara by Permin. En svo hugsaði, nei Helga, kláraði nú No Frills að hún heldur áfram. En ég byrjaði nú aðeins samt. Og þessi peysa heitir Felix. Og er hérna, hún Judith vinkon mín sem var hérna hjá mér frá Kanada fyrir 2 vikum. Hún sýndi mér þessa peysuuskrift á Ravelli. Og mér finnst hún æði, en þetta hennar sýnir ykkur ekki neitt. Þetta er sem sagt hérna 2-falt Zara by Permin og þetta er prjónað á stroffið á 5 mm og ég vil ekki vera að plata ykkur eða skrifaði það svo ekkert. Nei. Þá hlýtur að standa hér. Já, 5 fyrir stroffið og 6 fyrir búkinn og ermannar og það. Hún heitir Felix Pullover by Amy Christophers og hún er bara á Ravelli og það sem að ég heitlaðist af, ég veit ekkert hvort að það er hérna laskarmannar eru gerðar, þetta er svona eins og lauf eða svona eins og blóm eða eitthvað svoleiðis og það er notað í þetta léttlópi, uppskriftin er gerð fyrir léttlópa grófleika. Þannig að ég bara ákvað að kýla á það og hérna gerða úr þessu 2-földu Zara garni. Ég gerði ekki prjónafyrstupröfu, þó ég sé alltaf að predikum að maður er að gera það. En að því honum prjónaði ofan frá niður og ég veit að það hérna hélt sér ótrúlega vel peysan í þvotti að ef ég fyrir bara að fara að mæla hérna prjónafestuna þá þú veist sé ég hvort ég sé mjög mikið off eða ekki. Ég prófaði að vinda strax litina bara saman af hespuna, það var bölva ves, þannig að restin verður bara í sikkur lagi í sikkur hespunni. Og ég hugsa þetta ég minna á 6 mm prjóna, þetta getur ekki hangið yfir mér, sagði enginn aldrei. Sjáum, jú, ég hugsa ég hérna, ég alveg eftir að klára hana örgulega fljótlega. Þannig að þetta er það sem ég er búin að vera að bauka. Og að döfinni eru náttúrulega sletta sokkum. Það er sérst 3 önnur pör í viðbót þetta sem ég sýndi ykkur. 2 pör úr garninu nýja portugalska úr litlu prjónabúðinni og svo 1 par úr Pattons Croix sem ég fekk í
aðventuleiknum sem að við vorum með hérna jólin. Og meiri sé að hérna, þetta sem ég ætla að gera úr litlu prjónabúni endar sjálfsagt í 4 pörum. Ekkert í mann. Þannig að við sjáum. En ég er komin, þú veist, ég er bara búin að feiti upp á einum af parinu úr portugalska garninu. Ég talaði það í síðast þætti, það er alveg stóla úr mig hvað heitir, þannig að þið sem veitir hvað heitir það þýðir ekkert að garga á mig, ég heyr ekkert í ykkur. Síðan er ég búin að taka þetta garn í fallegu vettlingana, hennar Guðlaugar, einhverja fallega mynd. Ég prenta sjaldnast sko forsíðu myndirnar, stundum slæðast með svona stóra myndir hér og þar ef ég er ekki aðtögulegur í prenta. Þetta eru ljónshjartavettlingarnir og mér fannst því viðeigandi að hafa í svona ljóna litum. Þannig að þetta verða kósí vettlingar á mig, þannig að það er allt tilbúið í að fara að gera þá. Og hérna, já. Síðan sýndi ég ykkur daginn svona hálskraga sem ég var að pröfuprjóna einmitt fyrir mínu Philip og talaði að ég ætlaði að rekja upp og gera eitthvað annað úr og ég er búin að því, ég raktaði upp í gær og garnið var eins og það hefði, já, bara eins og garn lítur út þegar maður hefur búin að rekja það upp. Það var alveg snar hrokkið og végalegt, þannig að það fór bara í hespur aftur og í gott bað, fór svo í vindingu í þvottavélinu og svo bara að til á stólnum hjá mér og alveg vera þurrt. Og ég sérst keypti of mikið að garni í The Golden Hour sjálfið hennar Andreu Mári á handverkshátíðinni fyrra. En ég er búin að gefa það sjálf, þannig að nú, og mér finnst þetta alveg trillt fallegt, þannig að þá ger ég bara sjálf á mig úr hinum helmingnum. Og ég ætla að gera sjálfið sem hann Hóhí Locatelli gaf okkur öllum á Ravelry. Hún sérst er að gera þetta svona í anda þessara umræðu sem er búin að vera á Instagram í sambandi við útilokun á fólki í minni hluta hópum í handaðinu heiminum. Og hún vildi leggja sitt á mörkum og það heitir Odyssey Shawl by Hóhí Locatelli og ég var að horfa einmitt á journalin hjá henni á YouTube í morgun og þetta sjal er og verður ókomna tíð frítt á Ravelry. Og ég held að sé búið að vera þarna á forsíðinu á heitustu verkefnunum upp á hvern einasta dag síðan að hún gaf það út. Og þannig ég ætla að gera mitt úr fallega garninu frá henni Salome í Dr. Dye Works, Platinum, Dion og Calm. Ég held að það veri guðdómlega fallegt. Ég held að. Þannig að ég bara er að leyfa garninu að þotna almennilega og svo ætla ég bara að setja aftur í hespu og setja upp í hillu og leyfa því aðeins að hingra þar. Og en þetta er svona næsta sjal sem fer á prjónana hjá mér. Af því ég er búin að taka til í annað sjal, nefnilega. Og það er, ég er ekki búin að vinda garnið upp, ég er búin að taka það til í poka. Og það er sjalið hans Stevens Melted Mirage. Þetta hérna sjal. Svo sætur strákur. Og ég fekk mér Cloud Suri Silk hjá henni Nora George Yarns. Þegar hún byrjaði að vera með það. 74% Baby Suri Alpaka og 26% Mulberry Silk.
300 metrar í 50 grömmunum og þetta er bara svona ólítið. Og það er, maður sérst heldur tvöföldu gatni í gegnum sjalið og hann er einmitt með súrí og svo eitthvað annað fingering. Og ég ætla að vera með þetta fake kit sem ég keypti frá henni í Arctic Jans, henni Emilíu Björna. Hún er með arcticjans.com og podcast á YouTube. Og þetta er svona gradient set bara. Og ég ætla að byrja með ljósasta litir næst andlitin á mér og feita svo út. Og þetta eru 300 grömm, 1125 metrar. Þannig að ég fyrir að fara að vinda upp í þetta, afsakið skrjárið. Ég ætla að ganga frá þessu eftir svo ég æfi hér ekki hérna. Já. Það er ekkert annað komið í pókan nema náttúrulega hérna, jú, sokkarnir og af því sem ég er ekki að sýna ykkur sko og afgangahúfa og sem að ég nota afganga af garninu og þessu. Og svo hérna onion garnið, ég á alltaf eftir að smetli í húfu líka þar. Það fer alveg þetta í mig. En síðan er það hérna, það datt í pókan og það kom hérna næst síðasta Knitcrate áskriftin minn. Ég ákvað að setja aðeins á ís í bili. Svona yfir sumarið og ég er ekkert heima. Ég veit að síðasta hérna, það er lögðasta sending til mín fyrir mars. En ég er búin að segja upp frá með 1. apríl. Þannig að þetta er febrúar. Og núna kom DK grófleiki. Malachite heitir liturinn, fallega grænn. Og svolítið hérna lindugrænn. Linda Björk, hérna Hippie Barbanits, er í grænum fasa. Mjög áberandi grænum fasa þessa dagana. En þetta er þess að DK grófleiki, 215 metrar og 100 grömm í hespunni. Og þetta fer bara í DK hilluna og það eru 2. Og þetta er Odin Wools by Knitcrate. Odin Wools Halo DK. Og þetta er sérstaklega gert, garni gert og litað fyrir Knitcrate. En nú ætlar Helga bara að fara í pásu frá Knitcrate og sjá svo bara til. Það er alveg aðrir klúbbar sem ég langar að vera í og jafnvel svona kannski frekar innlendum klúbb ef hún Kristín hjá Vastnes fyrir til dæmis að vera. Fyrir að fara bara allir eitthvað skemmtilegt, þá er ég alveg game í hana. Nú síðan fór ég á prjónahitting í litlu prjónabúðinni á 5. Og við vorum að rappa þar hérna við eitt borðið og ég segi við eina sem er að prjóna alveg ótrúlega fallega peysu með fallegri áferð og bara, hvað kann þetta? Og svo sem situr við hliðina á mér, veist ekki hvað þetta er? Og drómu upp á stólnum og með mig upp að hérna hillinu þar sem þetta var. Og þá var þetta hversdagsullin frá Camarós. Ég stóðst bara ekkert mátið og keypti mér í peysu. Þetta er 100% organic ull. Gefið upp á prjóna 3-4, þetta er 50 grömm, það eru 150 metrar, þetta er svona sport, grófleiki. Óbúslega fallegt og ótrúlega gott verði á þessu. Og ég fékk mér þetta aðaliturinn, syngur og betur. Úps, fólkin bara bugast undan þessu. Þannig að ég finn nú bara að flissa yfir þessa litapaletti minni þessa dagana. Ég er í karri og gráa fasanum eins og Linda er í græna. En þetta er það sem á að verða að einhverju þegar þetta verður stórt.
Þessi aðalliturinn heitir Sand og númer 03. Karríguli heitir Mörk okkar og númer 37. Og þessi ólitaði bara hráhvítur. Bara, já, rófið. Númer 02. Og já, ég bara, svo falleg. Organic, þetta verður eitthvað sætt peysa með munsturbekk, einföldu munsturbekk. Þannig að þetta tók bara skoði. Nei, það var ekkert meira. Síðan ég búin að vera að leika mig svolítið, ég var alltaf að gleyma prjónamerkjum þegar ég að fara eitthvað. Þannig ég ákvað bara að prófa að setja það hérna í svona hálsmenn sem hægt að opna hérna og taka merkin af. Og hérna, og svona lyklakippur. Og ég að nota alls konar, hérna til þess gamlir eyrnalokkar af dóttur minni. Og henni önnur. Og svona svolítið ruttalegum prjónaverkjum. Og kannski að vera að prjóna brár úr hérna álfhúslópanum til þess að þetta gerir eitthvað gagn. En ég svona að leika mér með þetta þessa dagana. Svo fékk ég mikið fyrr en ég átti von á efni sem ég hafði pantað og hérna þegar komið ljós að ég væri að fara í þetta stúsi á morgun, þá bara læsti ég mig hérna inn í herbyggi og saumaði eins og skrattin væri á hælunum á mér, eða þannig. Til þess að koma þessu frá mér, af því svo kemur annars skammtu fljótlega, en hann ætlaði ég ekkert að fara í fyrir páskana. Og ég ætlaði bara að sýna ykkur hérna, af því það, þú veist, ég fékk reyndar aðeins meira af þessu, ég fékk í eina tösku viðbót held ég af þessu hérna mörgæsunum. Annars þær allar einstakar, sérstætt. Þetta verður ekki sérstætt, það kom ekki fleiri. Þetta er svona birnir og það sést svo inn á vefsíðunni hvort það sé með vösum eða ekki, það er bara tekið fram. Eins og ef þeir eru ekki með vösum þá merkið mitt yfirleitt hérna framan á töskunni bara. Þannig það er líka hægt að átta sig á því þannig. Kanínur og fiskar og litli birnir að baða sig. Og Bjössi og uglurnar hans. Og rollur og kanínur og hundar og hænur. Svo hérna, svo svona sett. Þá gat ég nýtt efnin, þá voru svona aðeins meira. Þetta alveg fullnýtt hérna í þetta. En hérna gat ég gert það þannig að ég gat gert svona sett. Þannig að þá sem sagt hérna bara þessi hefðbundna taska og svo svona lítil töðra með undir smádótið eða maður er með smátt hekkiverkefni eða eitthvað. Og þau eru 5.000 kall. Þessi sem eru rend, 4 og 5. Já, það er bara eitt sett eftir sem er samandraganlegt. Þetta sett hérna er rebbi. Þetta er ekki sett. Þetta bara eru þvælast þarna. Þetta er sérst hundar. Svo ykkur örfá sínshotnir í Gallerí Snotru. Og já, það er eitt svona eftir sett. Og það er hægt að kaupa þau þar. Þá bara, þú veist, eða sækja þér þanga og bara millifæra inn á mig eins og þið væru að kaupa þetta á vefsíðunni. Nú, eða bara, það eru myndir af þeim inni á vefsíðunni hjá mér, nema það stendur bara 0 í upplægi. Þannig að þær eru niður í búðin, ég vill ekki hafa þær virkar inn á síðuna því ég að detta út næstu daga og þá eru svona erfiðar að halda utanum þetta. En hérna,
maður minn verður hérna heima og passa mig þannig að hann getur, ef það er eitthvað bantað og þegar þú komast með það í póst þá verður hann hérna í þeim bransanum. Síðan gerði ég 3 mismunandi típur af svona litlum stökum. Þessi er alveg bara flöt og bara mjög einföld fyrir hérna, hendurnar á mig passa inn í þetta fyrir smádótið. Þessi er líka hulstri af símanum mínum, það kemst nú ekki onni, en þið svona getur þá ímyndað ykkur stærðin á því. En hérna í grænu kemst síminn alveg auðvitað onni. Og þær 2 típur eru með svona kassalaga botni, þannig að þær standa alveg og auðvitað að sjá onni. Og ég náttúrulega reyni eins mögulega og eins mikið og ég get að hafa sem ljósast inn í töskunum svo auðvitað að sjá hvað er í þeim. Ég allavega með mín augu þarf að finnst það betra. En svo er ég náttúrulega bara alltaf í því að reyna að fullnýta það hráefni sem ég hef. Þannig að stundum bregði ég út af vananum og er með eitthvað annað en þetta hefðbundna inn í þeim. En þetta er svo sem hérna, já, það sem er til núna. Það getur vel verið að ég fara að gera eitthvað meira í þessum dúr sem hálsmen eða lyklakippur og setja þannig inn á sölusíðuna. Þetta með eyrnaloknum er með hérna svona til að merkja við hvar maður er staddur í verkefninu eða hvort það hefur dottið niður lykkja hjá manni og maður þarf að krækja eitthvað til þess að passa að hann fari ekki alveg og svona. Það er ég með eina svoleiðis, en það er líka hægt að nota það samt sem prjónamerki. Þannig að ég er svona að fara að testa þetta núna í verkefnunum hjá mér og gá hvort það sé eitthvað að húkast í gatnið og þess að þar. Þannig að hérna, maður er alltaf að hafa eitthvað til að dunda sig við. En já, þannig að ég ákvað sem sagt á þessum sunnudegi 10. mars að kíkja á ykkur. Kem alveg sjóðheit úr prjónahitting í Reykjavík. Það er alveg búið að halda mig í mig vitinu núna síðustu vikuna að hafa ykkur þegar maður er að gangi gegnum eitthvað svona óvissu. Þannig að hérna ég hef mikið rólegri inn í næstu viku heldur en ef ég hef bara verið ein hérna og hugsa allt. Þannig að bara takk fyrir það. En ég ætla ekkert að, þú veist, ef það gengur allt, hann ætla bara hjúkkan málaði bara skrattan á vegginn fyrir mig og lýsti worst case scenario eins og hún sagði að þá get ég orðið út alveg í viku 10 daga sem að ég verð bara að hlú að sjálfur mér, nummer 1, 2, 3 og svo getur þetta bara gengið yfir á, eftirköstin, gengið yfir á 1-2 dögum. Þannig að ef allt gengur vel þá bara hitti ég ykkur hér von bráðar, en ef það verður eitthvað brast þá verð ég allavega örugglega annars inn á Instagram. En svo sem kannski ekkert að gera neitt að viti. En ég mátti til með að sýna ykkur af því ég er nú búin að láta eitt sjálf frá mér og peysan er að fara og ég vildi bara hafa eitthvað í höndunum til þess að sýna ykkur. En ég bara óska ykkur þá góðrar og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst bara fljótlega hress. Takk fyrir og bless bless.